þvælast að þessum Skagafjörðinn og ég enn á Sauðárkróki. Ég eyddi nóttinni á elsta hóteli landsins, Hótel Tindastóli, alveg einstaklega notalegt hús og gott að gera. Hérna á Sauðárkróki margt hægt að gera og eitt af því held ég allra skemmtilegasta að pröfa að taka þátt í bardaga. Ég ætla að pröfa að vera víkingur í svolítið stund. Ég ætla að kíkja inn á safnið 1238. Það ártalið sem örlygsstaða bardagi átti sér stað. Ef þið hafið einhverjar smá áhyggjur af því að ég sé ekki í formi, þá skulum við kíkja hingað. Sjáðu, ég kom með sixpack. Komið sæl, ég heiti Ásgeir Heiðar og velkomin í 1238 The Battle of Iceland eða Baráttan Ísland sem ný sýning sem opnaði hérna á Sauðárkróki síðasta sumar og fellar Sturlungaöldina og þá atburði sem þá urðu. En alla þá bardaga og þá óöld sem þá var og á þessari sýningu beitum við svona ýmiss konar aðferðum við að miðla til eitthvað sögunni og þar á meðal sýndarveruleika þar sem að gestirnir fá að pröfa að stíga inn í örlygsstaðabardaga með okkur. Já, ég mæli heilsugar með þessari upplifun hérna í 1238, sko, fyrir krakkana, klárlega. Hér við vestari Ósa Héraðsvatna afskaplega víðsýnt og skemmtilegt. Við sjáum Sauðárkrók hér í baksýn, lítum hér aðeins út fjörðinn. Þarna ber Drangey, þarna sjáum við hana og við horfum hérna örlítið. Við sjáum hér styttu, hún af Jóni Ósmann, hann var hér ferjumaður. Hann var ferjumaður hér í 40 ár, öllum öðrum mönnum lengur og hann þótti rammur að afli, fallegur mjög, hann var góðsögn í lifandi lífi, afbragð skytta, frábær sundmaður og svo þótt hann afskaplega hagyrtur og viðkunnulegur. Og það vel þess virði að stoppa hérna aðeins á leið okkar Skagafjörðinn og njóta þessa útsýnis og aðeins að rýna í söguna. Hér eru góð upplýsingaskilti sem hægt að lesa sér aðeins til á. Ég á KK restaurant á Sauðárkróki. Hér hægt að fá virkilega góðan mat á mjög sanngjörnu verði og við erum svolítið sérhæft sig í því að við erum með mat úr héraði. Alveg príma gott. Mæli alveg heilsugar með þessu. Andrés, hvað erum við? Við erum bara við afleggjarinn á Hellulandi. Já, og Helluland, við erum á Hegranesi í Skagafirði. Já. Og hvað þið búin að vera lengi hérna? Ég hef búin að vera hérna frá því 2001. Já. Ég hluta Hellulandi. Og hér ætti að komast á Hallsbak. Já. Og gista. Skellum okkur áfram aðeins. Við gerum það. Frábært. Þar Kristi. Það er þetta. Hér við höfnina á Hofsósi má sjá ofsalega fallega bæjarmynd hér fyrir ofan okkur. Hofsós á íslenskan mælikvarða ævaforn verslunarstaður. Þetta einn elsti verslunarstaður á Norðurlandi. Rekur uppruna sinn aftur til 16. aldar. Og hér í dag má sjá þessa fallegu bæjarmynd á bakvið okkur. Pakkhúsið gamla byggt 1777 og svo má sjá hér vesturfarasetur og hér á Hofsósi ansi skemmtilegu hlutur en það eina íslenska fánasaumastofan. Þannig ef þið ykkur vantar nýjan íslenskan fána á stöngina eða veifu, þá komið þið hingað.
Akkurat núna er ég við sundlaugin á Hofsósi. Hofsós er afskaplega skemmtilegu lítill bær, örstutt að rúnda héðan til dæmis frá Sauðárkróki. Þessi sundlaug sem við sjáum á bakvið okkur er náttúrulega alveg einstök. Ég ætla nú ekki að fara að rífast það við ykkur hvað sundlaug á landinu sé best. Það er ákveðin trúarbrögð fyrir okkur Íslendinga. En þetta er svona laug þar sem þú syndir og heldur höfðinu svona rétt uppi við vatnið. Þá sérðu ekki bakkan á endanum. Þannig að þú syndir út þessa laug, þá er eins og sést að synda hreinlega út í Drangey sem við sjáum hérna á bakvið okkur. Jæja, gott fólk, við erum búin að gera mikið í dag. Við erum búin að þykjast vera víkingar. Við erum búin að fara á hestbak, við erum búin að kíkja á Hofsós og flækjast aðeins Skagafjörð. Og áður en að við keyrum hérna lengra norður úr, nú ætla ég að enda daginn. Svo held ég hér áfram áleiðis norður í Fljót. Og mér langar að stoppa hérna á uppáhalds útsýnisstaðnum mínum hér í sveitinni. Hérna rétt við þjóðveginn, rétt norðan við Hofsós. Og frá þessum stað þá sjáum við hérna sjáum við Þórðarhöfða. Svo færum við okkur aðeins og þar er Drangey. Og svo höfum við Málmey hér beint á bakvið okkur. Frábær staður, frábær dagur. Hlakka til að fylgja ykkur á morgun. Sjáumst á.